þá er komið að mæleiðsögn fyrir Vog. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla. Ef að lesturinn fyrir sólarmerkið þitt, það er að segja merkið tengt fæðingardeginum, passar bara alls ekki við. Þá má alltaf reyna á önnur merki úr stjörnukortinu og þar er þá helst að nefna rísandi merkið þitt eða jafnvel tunglmerkið þitt. En við skulum dempa okkur í lesturinn og athuga fyrst hvaða Vog ég er að tala við. Við fáum því næst uppákomur, áskoranir, ögranir, hvað er framundan hjá þessari Vog. Við fáum leiðsögn fyrir Vog. Við fáum að vita hvaða áhrif þetta kemur til að hafa á framtíðina í þessari Vog. Elsku Vog, það fyrsta sem kemur er að fortíðin geymir ýmislegt ekki gott og ekki fallegt og mikla vanlíðan og það er margt þarna sem að bæði hefur komið upp í lífið þínu sem hefur verið mjög sárt og erfitt, það sem hefur verið gert á þinn hlut og það sem þú hefur gert gegn sjálfri þér, hvort sem það er á hlut annar eða á eigin hlut. Og fyrir vikið þá hefur fylgt þér í gegnum tíðina einhver ótti. Og það getur verið gagnvart hverju sem er, ótti gagnvart því að stíga áfram í lífið, ótti gagnvart skuldbindingum, ótti gagnvart, það getur verið svo margslungið. En fortíðin geymir margt mjög erfitt og því miður mikla vanlíðan. En dagurinn í dag sýnir hins vegar allt aðra stöðu. Því dagurinn í dag sýnir rosalega styrk og í jafnvægi þar sem þú ert bæði í styrknum þínum, kraftinu þínum og mýktinu þinni. Ert bara í býsna góðu jafnvægi gagnvart sjálfu þér og einhvern veginn heimurinn er opinn, það er bjart yfir öllu, það er margt rosalega fallegt, þú ert búið að, ég fæ líka alveg, þú ert búið að berjast með kjafti og klóm til þess að komast út úr þessari fortíð. Og það tókst, þó að það sé ennþá eitthvað pínu ótti til staðar. En þú ert gjörsamlega hinum megin á hnettinu miðað við hvar þú varst hér áður. Til hamingju með það, þú ert ofboðslega sterkur einstaklingur, alveg svona fáránlega sterkur einstaklingur meira að segja. Ef við lítum fram á við, þegar það er verið að benda líka svo mikið á styrkinn þinn, hvernig þú getur nýtt hann áfram, ef við lítum fram á við þá eru hérna alls konar. Það er hreyfing á þér, mér finnst þú vera að hugsa til hreyfing, svo þú ert að skoða hvaða valmöguleikar eru í boði, hvað lífið býður upp á. Sér samt að þú ert líka eitthvað svona að passa þig, að vera ekki að gefa of mikið uppið, svona plana, skipuleggja og svona. Og fyrst og fremst ertu að bara skapa þitt eigið líf
út frá þessum styrk, út frá því að þú ert búið að byggja þig þannig upp að núna getur þú skapað það líf sem þig langar í út frá því sem þig langar að gera. Ég sé líka svona ákveðna dulúð og þar kemur þetta sko að þú ert að passa þig. Ég held að það sé þér eðlislegt og eitthvað svona ósjálfrátt að vera ekki að gefa uppi of mikið af upplýsingum og einhvern veginn ert alltaf svolítið svona ein að brasa eitthvað eða bardúsa eitthvað og svona, já, ert ekki að gefa mikið af upplýsingum uppi við fólki í kringum þig. En þú ert að hugsa þetta hreyfings og já, verður bara að flytja, fara eitthvað, gera eitthvað allt annað. Mér sýnist hér, þessar vogir vera hreinlega að sko ætla að færa sig úr stað, breyta lífinu svolítið, breytum umhverfi. Og það alveg hérna fram á við, að þú ert að skapa þitt líf eftir þinni hugsjón, eftir þinni mynd, eftir því sem þú vilt út frá þínum styrkleikum. Og það það sem svo fallegt. Leiðsögnin að í rauninni fylgja eftir þessari hugsjón og fylgja eftir þessari sko hugmynd sem þú hefur það hver þú ætlar að verða. Og að nota sko þessa yfirsýn, þú veist að þegar þú svo gott í að sjá yfir hlutina, sjá marga mismunandi vinkla, sjá sko eins og hvernig þú planar hlutina, að þá getur, það svona eins og sjá alltaf pínlítið fram í tíman, að þá getur einhvern veginn alltaf púsla saman þannig að hlutinni gangi upp. Það alveg einstakur hæfileiki sem þú hefur og þú einhvern veginn svona hugsar fyrir öllu. Notaðu þann hæfileika, notaðu þér það til framdráttar í því að koma þér áfram í því sem þú ert að gera og í því að búa til nýtt líf. Ekki bara það, heldur líka verið að minna þig á að þú þarft ekki að gera allt eitt. Þú hefur einhverja kringum þig, hvort sem það eru manneskjur hérna megin eða andar og verur hinum megin eða bæði. Þú ert með stuðning. Þú mátt nota hann aðeins betur. Nýttu þér aðeins meira. Þú þarft ekki alltaf að gera allt eitt. Þú þarft ekki alltaf að halda í eitthvað svo ofur sjálfstæði þar sem þú verður að gera sjálft. Þú mátt nota stuðningin í kringum þig, það dregur ekkert úr styrkinu þínum. Ef eitthvað þá sýnir það í raun meiri styrk að þú leyfir öðrum að styðja við þig. Það ákveðin þroski og skref fyrir þig að í rauninni leggja svolítið til hliðar bæði stoltið, ofur sjálfstæðið og mögulega smá þráhyggju fyrir því að gera alltaf allt sjálft og kannski ekki alveg treysta öðrum í kringu þig. Leggja það svolítið til hliðar og sýna styrk í því að treysta þeim í kringu þig, treysta öðrum til að styðja þig og treysta heiminum á þann hátt að þú getur aðeins gefið eftir valdið. Það líka dýrmætur lærdómur fyrir þig. Nú, ef við horfum fram á við, þá sé ég þér sleppa tökunum á rosalega mörgu. Kannski einmitt þetta sem hún tala styrkin til þess að sleppa tökunum á. Og ég sé þar líka mikinn þroska og mikla elsku, mikinn kærleika. Það hér vöxtur, það mýktin og það mildið. Það svona nýr hluti af þér sem fær að koma inn í heiminn og mér finnst þú vera að fæða í rauninni nýja útgáfu af þér inn í hana heim og það kemur hér rosalega sterkt að styrkur án stjórnar einskis virðis og ég líka þetta að styrkur margþættur
Styrkur ekki bara kraftar í köglum og drifið og að berjast, heldur styrkur líka í kyrrðinni, það styrkur í mýktinni og mildinni. Mýkt máttur. Það mér finnst það mjög gott motto í lífinu að það að vera mjúkur, það að vera ljúfur, það að vera blíður, gagnvart sjálfum sér og öðrum og í gegnum allskyns aðstæður. Það mikill styrkur í því og því má ekki gleyma. Nú ef við fáum aðeins auka innsýn inn í þetta. Það greinilegt að á sínum tíma að þá fannst þú í sjálfu þér þennan kraft, þennan mátt, þennan vilja til þess að gjörbreyta lífið þínu frá því sem var áður. Og mér finnst eins og þú hafir tekið algjört endurfæðingarferli, hvatt fortíðina alveg. Það var ekki auðvelt, það var ekki einfalt, það var ekki þægilegt og á köflum hefur þetta verið alveg djöfurlegt. Það eins og hafir farið í gegnum dauðan og endurfæðist aftur með nýja þekkingu og reynslu og ert af kappi að finna þitt jafnvægi og lifa eftir þinni sannfæringu, þínu réttlæti. Og þú ert núna að fara aftur á flug. Þegar þú tekur þér eitthvað fyrir hendur þá gerur það af krafti og þú gerir það almennilega. Það þín leið. Það að fara að vera alls konar, hlutinni fara að gerast býsna hratt núna á komandi misseri. Býsna hratt og ört. Og það svo ágætt að hafa yfirsýn alltaf yfir hlutina. Það svona arnar auga, þar sem þú sérð yfir allt, sjónarhorn fuglsins. Og þú ert að hefja nýtt líf í þinni sköpun og ert að hefja nýjan kafla í þínum örlögum. Þannig að þú ert í kaflaskilum, elsku, og þau eru kröftug og þetta eiginlega alveg magnað sem þú ert að gera. En mundu alltaf þetta að mýktin gagnvart sjálfu þér, það öflugt verkfæri og drifkrafturinn og ástríðan og eldurinn og viljinn. Þetta að vera ljúfur, blíður og góður og það einna helst sennilegast við sjálfan sig, það yfirleitt erfiðast, að þetta alveg mikill kraftur og mikill styrkleiki eins og allt hitt. En þú ert að stíga hér inn í stórkostlegan kafla. Ég ætla að fá að gera erkiengil að lokum til að koma með örstutt skilaboð í lokin. Það hér erkiengil Kristín, takt á móti ljósi Krists og framkvæmdu af visku og æðsta kærleika og samkennd. Þannig að hver sem þín trú eða ekki trú þegar að tala ljós Krists, þá verið að meina kærleika. Þú þarft ekki að setja endilega eitthvað föst nöfn á það, en þetta númer 1, 2, 3 að taka við bara ljósi og kærleika og leyfðu viskuna að koma til þín
og leiða þig og mundu að framkvæma allt sem þú gerir, segir, framkvæmir. Gerðu það í visku, af hugsun, ekki hugsunarleysi. Gerðu það samkvæmt þinni eigin innri vissu og innri sannfæringu og gerðu það ávallt af kærleika, bæði við sjálft þig og aðra. Þá ætla ég að segja þessari lesson lokið. Ég vona skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig. Ég þakka fyrir áheyrn.